Velkomin í bókahilluna, hlaðvarp frá Forlaginu. Í þáttunum verður fjallað bókmenntir, höfunda og það sem efst á baugi í heimi bóka og útgáfu. Við ræðum nýjar útgáfur, fáum innsýn í vinnu höfunda og skoðum áhrif bókmennta á samfélag og menningu. Bókahillan vettvangur fyrir umræðu íslenskar og erlendar bókmenntir í umsjón Forlagsins. Hér erum við tvær, ég, Auður Jónsdóttir og svo Unnur Ösp Stefánsdóttir, leikkona og bara núna ertu að skrifa líka því að hún nú með æðislega sýningu í Landnámssetrinu og ég held seinna í Þjóðleikhúsinu sem að heitir Salka, ástin og dauðinn og byggð á verki Halldórs Laxness, Salka Valka. Og þetta samt sýning sem svo líka sjálfstæð í eðli sínu. Hún náttúrulega algjörlega byggð á þessari bók en hún líka sjálfstætt listaverk. Eða þú veist bara að upplifa hana. Þetta ekki sjálfgefið að skrifa sterka sýningu upp úr þessari bók bara einhvern veginn með sinn persónuleika. Nei, Jesús minn, þetta náttúrulega bara galið og sem betur fer þegar hellist innblástur yfir mann, þá týnir maður og tapar allir skynsemi, sko. Og maður fattar það bara eiginlega eftir á hvað þetta var í raun og veru hættulegt stöf, sko. Að ætla sér að fara einhvern veginn með puttana í Nóbelskáldið og þessa sögu sem hálfþjóðin elskar og hefur svona persónulega tengingu við og svona. En svo þetta bara svo magnað efni að ég hugsaði ekki, ég fór bara áfram á tilfinningu og einhverjum æsingi og það alltaf það sem maður að leitast eftir, sko. En hún, sko, það ofboðslega mikil tilfinning í þessari sýningu og þú samt ein á sviðinu allan tíman og þú bregður þér í marga karaktera í sögunni, þú Steinþór og þú Arnaldur og þú Salka Valka og þú Sigurlína mammina og já, þú hoppar á milli en einhvern veginn hentar þetta svo vel, þessu skrítið að því að þetta fer einhvern veginn beint í hjarta á manni. Það gott að heyra. Já, þetta náttúrulega svo skemmtilegt form. Ég náttúrulega svo hrifin af einleikjaforminu. Þetta hefur verið mér mjög hugleiki. Undanfarið 5 ára ég búin að skrifa 3 einleiki og það ástæða fyrir því að því að sko, í grunninn ætti þetta að vera einhvern veginn svolítið svona boring og leiðilegt og það var svona óttin í mér í fyrstu skrifunum því ég var að gera Vertu Úlfur að enginn myndi vilja koma því að bara einn leikari og ekki alltaf verið að bíða eftir hópsönunum og fjörinu. Þannig að það áhætta, þú veist, að treysta á einn leikara en á móti kemur þá svo mikið frelsi í forminu. Og ég hef bara lært það af þessum 3 einleikjum að fólk til í það, að horfa á einleiki og við erum að gera einleiki út allan bæ, listafólk í dag og uppistand og fólk hefur áhuga á þessu og það að því að það svona einhver sannleikur í þessu formi, upplifi ég, skilurðu. Sannleikur og nánd. Mikil nánd. Og ég séð alveg Sölku Völku með mörgum leikurum og svona en engin Sölku Völku sýning hefur svona farið svona langt inn í hjarta eins og þessi að því einhvern veginn út af þessu formi þá verður einhver nálægð sem svo erfitt að útskýra. Já, þetta verður mjög berskjaldandi. Já, það þessi hætta í forminu og það stendur allt og fellur með þessu sambandi og auðvitað hægt að gera einleik ekki í beinu sambandi við áhorfendur en þessir 3 hafa allir verið þá kannski langnánasta sambandið upp á söguloftinu því að það svo mikil nálægð og fáir áhorfendur. Ég held ég bara aldrei á æminni leiki fyrir svona fáa, það 80 áhorfendur á hverju sýningu og það rosaleg gjöf sem felst í því eins og það ógnvænlegt þegar maður að finna út úr þessu og finna tónin í efninu og túlkuninu og hversu langt mamma ganga að þetta eins og ligamælir. Þetta eins og að leika í mikilli nærmynd í bíó. Já, þú finnur viðbröðin strax. Já, bæði þá og þú getur ekki feikað því í gegnum þetta. Nei. Skilurðu, maður oft í kannski einhverjum stórsýningum og það
1000 áhorfendur að horfa og það bara allt annað form. Þannig að þetta verður svona, maður þarf að hræra svolítið í svona sannleikanum og mér finnst þetta svo spennandi form til að leita að svona hinum sanna tóni og þessu alvöru sambandi og það svo hættulegt, það svo hættulegt að standa og horfa í alvörun í augun á ykkur og segja ykkur söguna og upplifa tilfinningar persónuna og og það eru geimvísindi í sjálfu sér. Sumir halda fram, að leiklist sé bara, já, það er bara að læra texta og standa og tala, sko. En það þetta með þetta alvöru samband og þóra í alvörun að horfa í augun á fólkinu. Þú þarft að vera svo rosalega, hafa svo mikla stjórn, en vera samt svo ómeðvitaður. Þú þarft að vera svo meðvitaður og ómeðvitaður í sama augnablikki. Þannig að, og þú þarft að taka allt inn. Þetta alvöru hlust. Ef eitthvað gerist, ef eitthvað hóstur og ef eitthvað grætur, ef eitthvað hlær, við erum þarna saman að upplifa þetta einhvern veginn. Mér fannst það merkilegt að ég var með son minn á 15. ári þarna og ég held kannski að bara þegar ég fór inn að hann myndi geispa sögum aldurs. En hann var heltekinn, hann upplifði þetta svo sterkt. En gaman að heyra. Og það mitt bara það að unglingur einhvern veginn farið svona langt inn í verk sem þetta ekkert sjálfgefið heldur. Nei, aldeilis ekki og það náttúrulega bara eiginlega bara skemmtilegasta hrósið sem ég fæ, það frá unga fólkinu. Af því að í eðlisínu það svona miðaldra og uppúr sem að kaupir fyrst leikhúsmiða, það bara segir tölfræðin okkur á allar sýningar og við erum búin að vera að berjast fyrir því núna alveg bara með kjaft og klóm svona undanfarið 10-15 ára að reyna að fá unga fólki í leikhúsið með alls konar brögðum en að því að formið krefjandi fyrir þau, þú veist, þegar það öll þessi afþreying í boði og þau eru með síman í hendin og það gerist allt svo hratt. En það auðvitað bara einstakt að heyra þetta, að þau kveikja á líka þessari sögu sem þráttur allt skrifið fyrir 100 árum. Skrifið fyrir 100 árum og verkið ekki þannig að það sé gert eitthvað sérstaklega til að höfða til unglinga. Nei, alls ekki. Þannig að einhver galdur þarna sem verður. Já, ég held að þetta náttúrulega svona frásagnarleikhús. Ég að segja þeim sögu, ég bæði sögumaður og svo hoppa ég inn í karakterana og hann elsku blessaður Halldór, sem að þú kannast nú vel við, hann náttúrulega ótrúlegt skáld og hann þvílík og önnurist dramaturgja því að við erum alltaf að stúdera það í leikhúsinu og maður bara sjálfur sem lesandi og unnandi bókmennta. Ég búin að vera að reyna að skrifa eitthvað og skrifa fyrir sjónvarp og svona, þú veist, ég bara heilluð af góðri dramaturgju og þegar ég opna þessa bók aftur núna, endurnýja kynnin við hana, ég las hana síðast sem unglingur sko, og núna 50 bara í næsta mánuði, þá finnst mér þetta svo makalust hvað uppbyggingin og dramatíkin sterk hjá honum og þetta það sem unglingar spotta, þú veist, þetta bara eins og góður, góð sápuópera skilur mig, á besta, bara það svo rosalega hátt teikn og það svo miklar tilfinningar og atburðarásin svo skýr, sko, í raun og veru. Þessar tilfinningar einhvern veginn fara beint til þeirra. Svo líka bara gaman að koma að sinna það að Halldór var bara 28 ára þegar hann skrifa fyrrabindið, þannig 29 ára þegar sem sagt, bókin full skrifuð. Þannig að í rauninni það mjög ungu maður, hálfgerður unglingur sem að skrifa þetta. Það ótrúlegt. Það mjög skrítið. Finnst þér ekki skrítið? Mér finnst það mjög skrítið. Þegar ég svona, kannski hafði ekki hugsað almennilega út eða fyrir bara núna. Já. Og ég bara tala það í byrjun, að því ég byrja svona á persónulegum nótum og mér langaði strax að ég eitthvað svona samtal við nútíman og áhorfendur, þú veist, að þetta væri ekki bara ég að fara inn í söguna og deila henni og varpa henni fram, heldur fannst mér mikilvægt að þetta væri einhver skoðun fyrir áhorfendur í leiðinni á því hvað hann var að pæla, af því að mér fannst það svo stórmerkilegt þegar ég uppgötaði að hann var svona ungur að skrifa þetta. Og það eitt af svona sterkustu viðbröðum sem ég fá frá áhorfendum. Þau hugsa þetta út alla kvöldstundina, sko.
að því ég byði að pæla í því, ég byði annars vegar að pæla í því hvað hafi gerst á 100 árum, hvort að okkur hvort að við mjögumst áfram í að þróast sem manneskjur eða hvort við stöndum bara algjörlega í stað og hvernig stendur á því og hvað hann var og hvað fór í gegnum hausinn á 28 ára gömlum dreng fyrir 100 árum að pæla í sögu af flóknu sambandi mæðgna, kynbundnu ofbeldi og mörkum og markaleysi, þú veist, mér finnst það bara svo ótrúlega nútímalegt hjá honum að vera að pæla í þessu, menn okkur finnst erfitt að tala kynbundu ofbeldi fyrir 30 árum þegar biskupsmáli kemur upp, það er bara reynum að þakka það niður og það er eiginlega bara núna fyrst og sístu 10 árum sem við erum að treysta okkur til að fara inn í þessi mál. Ímyndaðu þér hvað þetta var mikið tabu og skrítið og það sem komið frá svona ungu manni. Þetta er allt frekar dularfullt í sambandi við þetta. Já. Maður velti fyrir sér tónlistinni, hann alltaf hlustar á tónlist sem er þess eðlis að svona öðlast sterk hughrif eða ég geta farið út fyrir hugarheiminn einhvern veginn. Já. Þú að stúdera tónlistina sem hann var að hlusta á Já, að skrifa ég bara skal viðurkenna það þótt ég hafi lesið fullt eftir Halldór Laxness að ég vissi ekki því ég fór að grúska og fór svona að kynna mér bara sögu hans meira við undirbúning verksins að hann var svona mikill tónlistarunnandi og það fannst mér strax líka svona spennandi konsept utanum svona lítinn einleik að ég komst í bara plötusafnið hans, þú veist, það var bara til playlisti hreinlega á Spotify sem að Guðni Tómasson hafði gert útvarpsþátt fyrir nokkrum árum og þar er bara öll fallegasta tónlist heimsins og mér fannst það allt í eitthvað svona smá brilljant að skoða hvað, að því hann hlustaði svo mikið þegar hann var að skrifa og það var algjör svona ljósapera fyrir mig, bara auðvitað var hann að hlusta á tónlist þegar hann skrifar hann sko hástemda ljóðræna magnaða stórbrotna texta sko sem er svo hlaðin hver einasta setning og ég elska það sko, ég sem ekki dramasökk sjálfur að hann fer alveg yfir strikið oft sko, bara hvað eftir annað, þannig að það er svo djúsi fyrir mann sem bæði náttúrulega höfund en líka og ekki síst sem leikara að fá að fara inn í þessar stóru tilfinningar, þannig að ég valdi bara það sem höfðaði mest til mín og bara kynni þetta alveg fyrir áhöröndum í byrjun að við ætlum að hafa hans tónlist undir til að reyna að komast nær persónunum og svo bara leikum við okkur svolítið við sem búum til sýninguna, ég nú alls ekki inn í þessu, við leikum okkur að þessum stemningum að fara bara í efstu teikn, þú veist, þegar það eru stærstu vendingar í lífi Sölkuvölku þá er bara Mozart Requiem sett á, þú veist, og það er bara verið svo næstu, já, það er bara næstu verið að leika sér að svona melodrama klísjum og svona, að því maður gerir þetta, ég gerir þetta sjálf þegar að skrifa, maður fer alveg, maður er ekki að velja eitthvað meðalmennsku í músík, þegar maður er að leita eða eitthvað kjarna og drama og dýft, og hann gerði það líka, og þannig að það er mikil músík í sýningunni, en það er allt músíkin hans. En Davíð Þór, hann er eitthvað að útsetta þetta? Já, og svo bara kom hann inn og átti upptökur af svona, að því annars vegar er þetta bara Bach og Mozart og Vivaldi og allt sem að Halldór var að hlusta á og hins vegar er þetta svona íslenski kjarnin bara orgelið sem að ég líka segi frá í upphafi að hann lærði á 11 ára gamall
þannig að þetta svolítið svona Ísland versus draumurinn og hið stóra samhengi sem hann þráði svo mikið og náttúrulega í Hollywood að skrifa þessa sögu uppalega sem kvikmyndahandrit Sölku og svo kemur hann, þú veist, og það gengur ekki upp og kemur heim og klárar þetta sem skáldsögu. Þannig að mér fannst líka spennandi að hafa svona smá andstæður í tónlistinni og þar kemur hann svona ótrúlega sterkur en Davíð Þór Jónsson og átti fyllt af upptökum af mínum uppáhaldssálmi Nú vil ég enn í nafni þínu sem frá bara 16. öld eða eitthvað og mér fannst það verða svona fyrir mér eitthvað svona kjarni Sigurlínu, svona trúin og sálmurinn og hvernig sko herinn hefur oft verið teiknaður upp, hann svo írónískur í skrifunum, hann svo skemmtilegur og fyndinn, en mér langaði svolítið að finna svolítið svona alvöruna og depressjónina og sorgina sem að oft, þú veist, tengd því að þurfa þessa hjálp Guðs og Sigurlína náttúrulega kemur þarna algjörlega niður brotin á land að óseyri og fer strax og frelsast fyrsta kvöldið sko. Já, þegar hún kemur með dóttur sína, kvenbarnið. Já, þegar hún kemur með kvenbarnið óvænt út af sjóveiki og þannig að það verður svona svolítið svona þema tónlistina Stafís í þessum sálmi í alls konar útsetningum og við endum á því að hlusta það í svona nútíma útgáfu frá strákunum í hugum sem svona raftónlistar brilljant band. Þannig að já, mér langaði bæði að hafa þetta gamla og þetta nýja og einhvern veginn eigi þetta samtal eins og við erum aðeins að leika okkur með í plakatuna að það svona einhver letta Instagram strengur á milli hans og mín og þetta svona ótrúlega langt á milli okkar í aldri og bara ólíkar kynslóður að reyna að eiga eitthvað samtal þessa sögu, þessara mæðgna. Þannig að þú notar sjálf bara, ég líka við kerfisbundi tónlist þegar þú ert að reyna að fanga rosalega mikið, gerir þú það aldrei? Ég ger það alltaf, alltaf með tónlist þegar ég skrifa. Hugsaðu þér, ég hugsa að við gerum þetta það ekki. Og örugglega meira og meira svona eftir sem tónlist er aðgengilegri. Vákomis gaman að heyra þetta, af því að ég hugsaði bara þegar ég heyrði þetta, hann hlusta á bak okkur einasta degi sem að þú veist örugglega allt og við skrifin og bara, mér fannst það bara svo brilljant að heyra að auðvita, þú veist, við erum alltaf að róta, við erum að reyna að fara á þessa berskjölduðu persónlegu staði þegar við erum að skrifa. Já, ég hef einhvern tímann lesað að hjálpi fólki sem í flóknum starffræðiprófum að hlusta barokk. Hvað sér? Já, það einhvern veginn opnar hugsunina og ég vil hjálpa til við að leysa svona flóknar þrautir. Þetta er náttúrulega alþjóða tungumáli, sko. Þetta leysir tilfinningar úr læðingi og þetta hjálpar okkur örugglega öllum sem eru að skrifa að fara á þennan berskjaldaða stað og þennan persónlega stað og þannig að mér fannst eitthvað svo yndislegt og ég segi það alveg í byrjun með áhorfendur hafið þetta í huga, þú veist, að þetta er hans tónlist sem, þú veist, þannig að vonandi er fólk líka aðeins að skoða og ég finn það bara í mitt áhorfendum, það eru margir sem koma til mig og byrja strax að pæla í honum sem ungu manni, þú veist, ekki bara persónum sögunar, heldur hvernig hann vann, hvað hann var að hugsa, þú veist, hvað hann var að díla við sjálfur og hvaða innsæi er þetta sem hann hefur og þessi djúpi skilningur á þessum flóknu tilfinningum þessara kvenna. Þetta er allt furðulegt að sko,
er mjög áhugavert að einmitt þetta barn hafi fæðst á þessum stað og náttúrulega fyrst í Reykjavík en hafi verið bara þarna á þessum sveitabæ í Mosfellsdal þar sem var verið að halda tónleika reglulega. Einmitt. Bara, já, í Laxnesi voru haldnir tónleikar og fólk kom með hljóðfærin sín og það er einhver lýsing sem hann er að skríða á milli stólana hjá fólki sem er að leika á hljóðfæri. Þannig að tilviljunin er svo furðulega að barn einmitt með þessa hæfileika skuli akkurat fæðast á stað eða fæðast hjá fólki sem er að praktisera tónlist eins og pappa Einmitt og hann er sendur í nám 11 ára, skilst mér, á orgel og er orðin söngstjóri í Mosfellsveit 12 ára, þannig að þetta er náttúrulega allt svo stórmerkilegt fyrir þennan tíma líka, sko. Já, og stofnar barnafélag. Einmitt. Og eru til mjög skondna reglur barnafélagsins. Er það? Já, þetta er alls konar svona, en það er líka, hann hefur örugglega verið mjög sérstakt barn því að til þessi saga manni sem kemur að Laxnesi og þarf að spyrja einhverju og það eru allir út að vinna og þú veist, og það í þetta var unnu börn líka. Einmitt. Og hann er eitthvað svona spurður, þú veist, en akkur er þú ekki út að vinna og hann bara horfir með þótta á mannin og segir, ég er að skrifa. Í alvöru. En magnað. Já, og það líka til áhugaverð saga að þarf að hafa vinnukona í Laxnesi og hann átti 2 dúkkur og var alltaf að leika með þær og sem sagt láta svona, það var alltaf einhverja sögur sem urðu til í þessum leikjum og vinnukonan fyrir að taka eftir þessu að barnið er að leika sem er dúkkur og það verða til þess að miklu sögur svo einhvern veginn hvort það er hún eða hvað sem gerist en svona það kemur upp hugmyndina að skrifa sögurnar þessi bara að sleppa dúkkunum. Já. Og þetta er bara mjög ungur eða? Þetta er mjög ungur en þetta er náttúrulega sem börn gerir í leik. Já. Þau eru að þú veist búti karaktera og samtöl og Einmitt. En það er greinilega þú veist mjög svona snemma frjórhugur sem þetta er komið. Heldur betur. Já. Já, þetta er þetta er makalust og hvernig hann sko að því að maður er alltaf að leita að djúsi efni sem bara leikhúsmanneskja og bara textin sem að persónur hans fara með er svo magnaður, þú veist að maður hugsaður einmitt sko það er svo auðvelt að leika góðan texta í raun og veru. Núna hefur gert þetta hvað með 3 bækur að þú skrifar þitt verk eða þinn einleik og þá þarf þú náttúrulega að finna þína narratífu, þú þarf að finna þinn kjarna og hvað element þú ert að taka út úr verkinu. Hvernig eru þessi skrif eða hvernig? Já, þetta er allt sko, þetta er í raun og veru alveg hvað ég segja, hvatvist mannist, þú veist, ég ger þetta í öllum tilfellum þannig að ég opna bara bókina og er bara með alls konar yfirstrikun og penna með mér og svo byrja ég bara að króta og túsa eftir tilfinningu og impúls
og og þetta bara fyrsta atrena alltaf bara mjög nálagt sko loka niðurstöðunni og þetta svo náttúrulega þetta svona skapandi flæði alveg bókstaflega og þá þetta ekkert planað fyrirfram nákvæmlega hvaða streng mig langar að taka út úr þessu, heldur miklu frekar í öllum tilfellum þetta, reyndar í Saknaðarhelmi gerist þetta við fyrsta lestur bókarinnar en í Vertu Úlfur og Sölkuvölku við annan lestur og þá náttúrulega bara gerist það sjálfu sér að það sem að kveikir mest á mér og ég einhvern veginn af einhverju ástæðu, af einhverju tilfinningu hef áhuga á að taka áfram með áhorfendum, það gerist bara á fyrsta impúls. Svo vinn ég þetta leikirinn áfram og endalaust fram á frumsýningadag að stytta og fikta í, en svona þetta. Og það verður auðvitað svona kannski ekstra áhugavert í tilfelli Sölkuvölku, af því að þetta náttúrulega kannski, sá texti sem að fólk hefur mesta skoðanir á og mesta persónulega tengingu við og hefur bara mjög ólíkan áhuga á strengjunum í sögunni og það alveg gaman að segja frá því að pabbi gerði leikirðu upp úr Sölkuvölku fyrir 100 árum, fyrir 40 árum eða eitthvað svo leiðis. Já, það? 45 árum cirka. Já, hann gerir alveg rómaði sýningu í Iðnó sem gekk mjög vel og þar sem að engin önnur en Guðrún Gísladóttir leikur Sölkuvölku, Margrét Helga Jónsdóttir leikur Sigurlínu og Þorsteinn Gunnarsson leikur Steinþór. Og það var öll bókin. Já, við höfum kannski ekki tekið það fram að ég sem sagt vinn leikinan upp úr fyrirhluta bókarinnar Þú vinn við hreini, sem að bara sá hluti sem að ég held meira upp á og tengi meira við og okkur Kjartani fannst það góð hugmynd að því þetta einleikur að þetta ekki allt og langt og yfirgripsmikið og svo líka bara seinni hlutin miklu svona meiri pólitík og annað sem að bara á annað samtal við okkur í dag, en þetta allt svo nútímalegt og þessi mikil sálfræði og juicy drama í þessum fyrirhluta, þannig að mér fannst það bara alveg frábær hugmynd og Kjartan að taka bara fyrirhlutan sko. Já, en sá hluti segir svo mikla sögu. Já. Og þú nærður náttúrulega alveg einhvern veginn svona fanga heildarmynd með þinni narratífu. Það gott að heyra það. Þá sést ekki að fara inn í allar þessar pólitísku ræður. Nei. Og þetta náttúrulega þetta samspil Sölku, Steinþórs, Arnaldar og svo þetta mömmunar og og þetta skrýtna sko sem kemur sterkt fram í sýningunni, þessi skrýtna staða að finnast maður hafa framið móðumorð. Já. Það reyndar eina frávikið sem að enginn veit, þar sem ég stel úr seinni bókinu sko. Mér fannst svo magnaður þessi texti þar sem að hún í raun og verið í úrvinnslu. Miklu seinna í sögunni, þá segir hún þetta: ég þjófur og morðingi, ég hef drepið móður mína. Það í seinni hlutanum. En ég skeyti því þarna í einhvers konar, úrvinnslu hennar í augnablikinu þar sem hún missi móður sína. Það svona einstaka moment sem ég nót úr seinni bókinni að því ég gat ekki sleppt í. Hann kannski ekki verri en aðrir, við erum öll vond, þið líka. Það líka úr seinni hlutanum. Ég held reyndar að þið líka sé komið frá mér, ég man það ekki. Nú, svo rennur þetta aðeins saman. En í grunninn fannst mér atriði að ramminn væri fyrir bókin, þetta það náttúrulega, en ég lagði mikið upp úr því að þetta væri hans texti og það var rosaleg áskorun sem leikari líka, bara læra hann, að því að það hefði auðvitað, ég meina, maður hefði alveg getað tekið sér það besta leyfi að reyna einhvern veginn að, ég svona gera hann aðgengilegri fyrir okkar tíma eða bara, þú veist, en mér fannst það atriði að við værum að skoða þessa 100 ára sögu, auðvitað aðeins búið að, eins og maður segir á góðri íslensku, uppgreita textan í þessar útgáfu bókarinnar pínulítið, en það fullt af orðum sem að fáir skilja í dag og það líka bara sko röðunin ofta orðunum krefjandi og sérstaklega þegar maður læri utan það sko. Ég læri þetta eins og starffræðijöfnur sko. Já, það líka hægt mitt, þessi Sölkuvölku útgáfa með orðskýringum og mjög miklum, það eiginlega á hverri síðu. Algjörlega. Sem að sýnir svona kannski ákveði kynslokap. Nefnilega. En þér finnst þetta alveg þjáll texti að fara með? Já, sko, núna hefðurðu spurt mig fyrir 2 mánuðum, þá var ég fótt taugafall, sko. Eins og ég segi, sko, ég búin að leika í bráðum 30 ár, ég hef aldrei lent í svona áskorun að læra texta. Og það þetta með að hún ekki alveg hefðbundin, oft sko röðunin og orðunum
og svo er hún náttúrulega oft hástemt, stundum alveg ljóðræn og það var bara áskorun en mér langaði svo og líka og ekki síst fyrir unga fólkið að challengera því, þú veist, að segja þetta alveg í hans orðum fyrir utan smá ramma sem bara beint frá mér, textin í upphafi sem þessi persónulegi hluti verksins og lokin, en allt eitt hans og svo þegar maður búin að ná loksins tökum á því og þá það náttúrulega hlutverk leikara að skilja textan það vel að ég nægi að koma honum yfir til ykkar vonandi, þannig að þið skilja hann þótt þið skiljið ekki endilega öll orðin. Já, og það kalli ég svolítið afreka því eins og ég segi, ég var með dreng á 15 ári sem beintengdi við þetta. Þannig að þarna líka einhver galdur, en að því vorum að tala Sigurlín og móðurmorð, það náttúrulega þetta merkilega samband þeirra mæðgna, Sölku-Völku og Sigurlínu mömmunar, og þetta þeirra móður og dóttir hætti að verða móður og dóttir og verða kona og kona. Og hún verður svo ein í heiminum bara við þetta að koma til óseyrar og Steinþór kemur inn í þeirra líf og ég veit ekki hversu mikið maður má segja í hlaðvarpið ekki lestur en þetta samt, þetta mjög áhugavert einmitt að 28 ára strákur hafa verið að skrifa. Já, það bara galið. Og svo líka bara svo mikil nútíma sálfræði sem hann að spá. Mér finnst það allt svo magnað af því að nú ég mjög mikið að lesa sálfræði og hefur verið að vinna einleiki gerðanar áskorunir og svona fram að þessu sem að þetta náttúrulega sannarlega líka þegar hún bara mjög þunglind, hún Sigurlína og svona eiginlega bara obsesserar sjálfsvíg, alla söguna sko, að við erum farin að kunna þess að tala betur þessi mál í dag. Og þetta, þú veist, með gráasvæði, það fólk ekki bara gott og vont, heldur við alla þessar hliðar í okkur. Hann að skrifa þetta allt fyrir 100 árum. Og afbrýð sem móður ykkar, dóttur og... Já, og þetta líka sko, að hún í raun og veru fórnar dóttur sinni með því að taka ákvörðun að gera lítið úr því þegar að barn að reyna að opna sig og setja mörk og tala þú veist, markaleysi, karlmanns og þetta bara náttúrulega það sem bara í öllum útvarsfréttum í dag, skilji, við erum bara stöðut núna í einhvers konar uppgjörum með þessi mál, en þarna hann líka, finnst mér, með svo djúpan mannskilning og fordómaleysi gagnvart öllum persónum. Já, og næra miðla þessum leið og það hún sem ásakar sig þjóðamorð, nei, móðurmorð, já. Þetta svolítið keimlík orð. Já, einmitt. Já, að sem sagt, en hún líka bara eins og Salka byrja mjög ung að vinna og hún vill eiga sitt sjálfstæði og vill helst ekki vera kona, hún ætlar ekki að vera neitt kvenmaður. Nei. En svo tekur mamma hennar peningin út og kaupir sér blómakjól. Já, hún bara upplifir þessa samkeppni frá fyrsta kvöldi, mamman. Og þetta svo mikið tabú og ég nýbúin að vera að leika í Elenu Ferrante þríleiknum framúrskarandi vinkona sem skrifað af konu og djúpur skilningur og flóknu vinkvenna og kvennasamböndum en þannig að það bara sprengir í manni hausinn að hann hafi haft áhuga á þessu, haft næmi og þennan djúpa skilning á þessum sko flóknu tabú hliðum þessara sambanda. Og hann fer alveg inn í það og samt einhvern veginn skilur maður og maður skilur og hefur samúð með Sigurlínu í þessum hræðilegu aðstæðum að velja, ég meina þær eru bara úti að ganga á milli húsa, það vill enginn taka þær inn, það óveður, það enga peninga, hún veik, þú veist, það ekki eitt, það allt
og þessi maður veitir þeim húsaskjól. Þannig að já, það flækir málið að hann sé með vesen, en hún ákveður bara, við verðum að vera eitthvað staðar. Þú veist, þannig að hann hefur líka svona, já, finnst mér samúð. Já, það þessi samúð með öllum og sem kristallast kannski í setningunni í bókinni, það svo erfitt að vera manneskja. Já. Mér finnst þetta bara allt svo magna nú og ég 4 börn sko, allt þetta bara, hún liggur ekki lengur við brjóst móður sinnar og mamma farin úr rúminu og bara svona mér sagði þetta síðast við mig í síðustu viku, mér finnst svo, hann vill alltaf hafa mig þegar hann að sofna, mér finnst svo erfitt, svo vakna ég og þá ertu farin og hvert ertu farin og ég hugsa bara, Jesús, þetta bara það sama hjá öllum, þessi strengur sem þarf einhvern veginn að slitna og maður þarf að vera sjálfstæður en samt vill maður einhvern veginn allt það besta fyrir börnin og það akkurat þetta moment sem að þú bendir á auðvitað á ég ekki rétt og ég geti krafist nokkuð meira, segir hún við sjálfa sér Sigurlína þegar hún vill halda í mömmu sinni í rúminu. Jú, meira segir brjóstið, af því að hún vill vera sjálfstæð, hún vill fara upp í rúm til kallsins og þá lítið á áhorfendur og segir og segir semst hugsa, ekki dæma mig, það svo erfitt að vera manneskja. Þetta allt svo flókið. Þetta allt svo flókið og var greinilega ekkert síður flókið. Nei. Þetta ekki allt einhver nútímamál. Nei. En hvernig væri Salkavalk í dag? Þú veist, ég hef oft hugsað, ég sé svona Shakespeare þætti, sá einu svona BBC sjónvarpsþáttaröð þar sem Shakespeare-verk voru bara sett algjörlega í nútíman. Þú veist, bara sem sögur að gerast í núna, það voru frábærir þættir. Já. Hvernig væri hægt að gera Salkavalku í dag bara, hvar væri hún stödd og hver væri hennar veruleiki og hvernig að því þetta í raun væri hægt að útfæra þetta held ég eftir nútímanum. Ég held að sé bara út allt sem betur fer. Sterkar sjálfstæðar stelpur sem að vita hverjar þær eru og kunna setja mörk og svo lítið fórnalamb. Ég meina það sem hún gengur í gegnum. Og það svo inspirerandi fyrir mann að því í raun og veru mamman svo mikið fórnalamb. En hún það ekki. Og hún segir við kallinn þegar kemur tilbaka, þú eyðilagt líf mitt, þú eyðilagt allt hreint og gott í sálinu minni. Og hún bara býr til mörk og ég bara, mér þetta alltaf svo áhrifa mikill texti sko, að því að maður svo stoltur af henni, þú veist, að því að hún veit ekkert hvað þetta Hún búin að reyna að segja mömmu sinni og mamman gerir lítið úr þessu. En þannig hefur Salkavalk orðið sko fyrirmynd fyrir svo marga konur í gegnum árin. Já, ég hugsa það. Hún var það nú fyrir þig, ég var að grúska því ég var að búið til og þá hlustaði ég okkar viðtal við þig þar sem að þú talaðir það ekki rétt að þú varst mjög upptekinn af þessari persónu. Ég var mjög upptekinn af henni og ég held ég var mjög lítið tengt sko eitthvað þetta væri eftir þennan gamla mann sem var í afi minn, þetta var bara bókin. Já. Og mér langaði bara að vera eins og hún, ég flutti vestur á firði og fekk mér hund og fór að vinna í fisk. Hugsaði þér. En ég bara veit svo marga konur sko. Já. Sem að hún hafði alveg óbúslega mikil áhrif á þessi bók. Já. En það sem einmitt eins og þú tala þú veist, hún setur þessi sterku mörk og það svo góð fyrirmyndi því en að Salka sem slíka einhvern veginn hafi það í sér í þessum aðstæðum. Það makalust og með þessa fyrirmynd móðurina, en það segir hún sko þegar hann fer að girnast hann og rennur, þegar Steinþór fer að girnast hann og rennur á hann við að horfa á hana. Eða þú veist, þá vil ég að það sé akkurat tímapunkturinn í verkinu sem hún segir, ég vil ekki sjá að vera stelpa. Ég skal aldrei verða kvenmaður eins og hún mamma. Þannig að þetta alltaf rosalega mikið á baku þessar setningar, sko. Að hún horfir á mömmu sína vera svona háð áliti karlmanna og auggotum karlmanna og svona rosalega lítið sjálfstæði í henni og mikið niðurbrot. Og þegar hún fattar að hún að verða kynvera og hefur þessi áhrif á Steinþór, þá ákveður hún bara að verða strákur.
er svolítið magnað, sko. og fer bara í buxur. Fer bara í buxur. En það er líka sem sagt þessi ótti við kynveruna að hún alltaf er ástfangin af Arnaldi. Já. En hún á rosalega erfitt með að fara inn í, þú veist, henni finnst alveg nóg bara að hann liggi upp í brjóst sitt og þau séu út í sumarnóttinni. Einmitt. Það líður langur tími að því virðist í þessari bókanglu hún svona fyrir að geta sofið hjá honum. Já. Að því að hann er farin að sofa bara hjá annari að því hún vill ekki sofa hjá honum. En hún á mjög erfitt með að þetta fara að vera kona. Já. En ég held að, og sem er svo makalust að hann hafi innsýn í að þetta með kynferðislegt ofbeldi, þú veist, það er náttúrulega bara sama sem merki, að þegar það er ruglað svona í mörkum þínum sem barn, þá skekkist allt. Og mér finnst það bara að vera að fjalla það sem allir sálfræðingar eru að tala núna. Þú veist, hvað gerist við þetta? Hún bara hreinlega vill bara afneita kynverunni í sér, sko. Og svo er líka svo áhugavert í ljósi þess, hann að hvað stödd í dag í þessari umræðu bara trans og kynusla og allt þetta, að því ég lesi þetta svona kornung 17 ára, þá fannst mér hún bara svo töffari, sko, bara feministi og eitthvað. En í dag finnst mér þetta svo marglega og dýpra og á svo mikið erindi núna, því að þú veist, já, hún er kannski bara strákur og ég reyndi að draga alla staðina úr bókinni fram þar sem hann talar þetta því mér fannst þetta svo spennandi að skoða þetta og spekla þetta í dag, sko. Og hann var náttúrulega, í Hollywood var hann, þú veist, horfði hann til Gretu Garbo sem klæddi sig eins og kallmaður. Já, hann vildi að hún myndi leika Sölkuvölku. Já, hann vildi að hún myndi leika Sölkuvölku og þetta var svo mikið í umræðinu og mikið Halldór Guðmundsson sagði mig mikið frá því, þú veist, að svo er þetta náttúrulega bara þakka niður og svo erum við núna að, þú veist, að svona reyna að ná utanum að opna á að þetta hefur auðvitað alltaf verið til staðar. Þannig að það er svolítið magnaður strengur líka í Sölkuvölku, þessi usli. Það sem var ekki sett orð á, setur hann orðin á einhvern veginn. En það líka fyndi bara að maður hugsa svona eins og kynslu okkar að maður setti einhvern veginn sama sem merkja milli Sölkuvölku og Georgs eða Georgínu í fimmminningabókunum eftir Enid Blyton. Einmitt. Það voru þessi svona Einmitt. Og þá tengdi maður allt svona sjálfstætt kannski við að vera strákslegur. Akkurat. Já. Og þetta bara þóra að vera öðruvísi, það er svona mikil, sko, ég beini í nefina á henni, sko, með það að vera í buxum alltaf, þú veist, þegar enginn annar var í því á þessum tíma og allar kellingarnar í bænum að skamma hana fyrir að vera ekki pen. Já, hún sker sig algjörlega úr, hún er bara, þetta er alveg nýtt fyrir fólki. Já. Og hún bara þráast við og er hérna í buxunum. Já. Hún er svolítið svona Lína Lónsokk stundum líka. Algjörlega. Og mjög, svo er þetta samband hennar og Arnaldar sem er svona hugsjónin og draumurinn og skáldskapurinn og fegurðin og allt það sem að í rauninni Salka jafnvel hefur sterkari tilfinningu fyrir en aðrir þó að hún skynjar þetta í honum. Já, það er eitthvað djúpur þroski í henni, alveg virkilega og mér finnst svo fallegt að heyra áhörundu tala eftir sýninguna, þetta hafi verið svo fallegt og þau hafa upplifað svo mikla gleði og fegur í sýningunni og grátið af einhverju von og ég hugsa hvernig stendur á því í þessari hrikalega ljótu sögu en það er þessi strengur á milli Arnaldar og hennar og þetta ferðalag Sölku held ég bara í að standa með sjálfur sér, það eru þetta svo inspirerandi og fallegt og þetta að vera stoltur og hræddur og þegar hún verður afbrýð sem við þekkjum allir þessar tilfinningar, þetta er versta tilfinning í heimi þegar Gústa mætir og hún verður svona afbrýð og stolt og reynir að rekja hann í burtu frá sér og hann ákveður að fara og hún hugsa reitt og gerir annað og það er auðvitað svo djúsi fyrir mig í einleiknum að því að í svona hefbundum uppfærslum þá erum við bara með díalógana en ég er ein, þannig að ég líka sögumæður, þannig að ég hleypi áhorendum eiginlega meira borð með því að geta sagt þeim hvað hún er að hugsa líka. Ég líti á þau og segir hjarta hennar slæðir svo ört og allir draumar hennar farast eins og sjónhendingi í sjónum og svo líti ég á Arnald og segi heldur mér sé ekki saman það. Þú veist, þannig að allir þessi leira sem eru í okkur, þau erum stolt og hrætt og förum í varnarkerfið okkar og það er svo fallegt og sorglegt og þegar hann gefur henni hálsmennið að skilnaði og hún segir takk
af því að þú veist, hún svo sjaldan berskjölduð fyrir framan hann, þú veist, þá verður þetta svo stór augnablik og þetta fegurðin sem ég held að fólk tala og það svo fallegt og einfalt hjá Halldóru, hann kallar kaflana í fyrirhlutanum bara ástin og dauðin.